Já, velkomin í Trump-tíman. Hérna við setjumst alltaf niður vikulega og ræðum Trump. Hingað komið til mín Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi og Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagnfræði. Hérna Trump í Asíu, það fer þar á milli. Já. Og gerir mikla, allir að reyna að gera honum til hæfis. Þeir í Suður Kóreu gaf honum kórónu og miklar svona medaljur, ég veit ekki hvað það er þess að gangi með þetta, ég held að kórónan mjög há, hálfur metri á hæð. Það náttúrulega bara allir að bíða eftir fundunum með Xi og sjá hvernig það allt saman fyrir. Hann verður líklega ekki verið á laugardaginn. Þannig að hann hætti við fundin fyrir 2 vikum síðan en svo komast hann aftur á og þetta mjög mikið haltu mér, sleftu mér ástarsamband milli Trump og Xi. Það verið að reyna að semja áður en að fundurinn Já. Og kannski Xi að taka sama svona pól í hæðina og manni fannst Putin verið að taka. Hann nefndi ekki að hitta Trump óundirbúið aftur eins og gerist í Alaska. Já. Heldur yrði að vera komin einhver svona drög að samkomulagi. Þannig að fundurinn yrði svona til þess að setja smiðsökið á þetta. Það hljómar svolítið þannig að það í gangi mjög miklar viðræður á baku tjöldin. Já, ég var að hlusta eitthvað podcast í eitt af þessum podcastum sem maður hlustar á í gær eða fyrradag, þar sem var ráðherra í ríkisstjórninni hjá Trump hafði verið í viðræðum við aðstoðar forsætisráðherra Kína hvað yrði rætt og hver yrði niðurstaðan af þeim umræðum. Þannig að en svo hefur maður ekki fengið fréttir af því hvernig þetta, og það verður ekkert sagt fyrir því að leiðtogarnir þurfa sitt ljós og sína stund til þess að skína. Þetta getur ekki bara verið einhver aðstofamenn sem að komast að niðurstöðinni. Mér finnst þegar fólk að reyna að ráða í þetta, svona línan eiginlega svo að Kína sé í mjög sterkri stöðu í þessu veru. Þannig þessi hugmynd sem að Trump lagði upp með, að hann geti svona hótað Kína og beitt einhverju þvingunum, ég held að sé að renna upp fyrir eiginlega öllum meira sig kringum Trump. Það alveg ekki valkostur. Svakaleg furða að menn hafi ekki reiknað leikinn 2-3 skref fram í tíman og hugsa, við getum sett eitthvað viðskiptaþvinganir og tolla en ef við göngum á langt þá geta þeir stoppað allt aðgengi að svona sjaldgæfum málmum og rare metals and minerals og sem að skipta öllu máli í framleiðslu fyrir örgjörfa og fyrir hátækni. Þannig að og núna heyrir maður líka að það ofboðsleg að vera að setja mjög mikið peningrindar í þróun á Vesturlöndum og í þess að hafa áhugin svo sem á Grænlandi líka það að leita að þessum málmum annars staðar heldur en í Kína. Það kannski 15 ára verkefni. Já, en margra ára verkefni En það er verið að setja mikið pening í svona fyrirtæki núna til þess að reyna að finna einhverjar lausnir. En eins og staðan í dag, þá er Xi með Trump. Kemurarnir grafa 70% af þessu úr jörðu og vinna 90%. Þannig að það eitthvað sem við taka annað það frá og fullvinna. Þannig að þetta er eiginlega einangunarstaða. Já, ég meina þess að fóruð líka svo sterkt inn í Afríku til þess að ná í hráefni þar. Og að mörguleiti kannski má útskýra umsvif Trump stjórnarinnar frá Grænlandi til Argentínu og víðar sem hluti að viðleitni til þess að reyna að ná í aðgengi að sambærilegum hráefnum. Þú veist hvort það gengur eða En Kínverjar voru betri kapitalistar að því leitinu til að þeir fóru ekki að stað og takmörkuðu fyrir en að þeim var hótað. Þeir voru bara að selja. Þannig að sem áhugavert að þeir voru ekki við urðum ekki þrátt fyrir að þeir væri með þessa 90% stöðu þá urðum við ekki vör við það að þeir varu að takmarka aðgengi að menn voru auðvitað að gelda varúðarorð við að þeir væru að selja hugbúnað og vélbúnað sem að mögulega væri við vildum ekki endilega fá Huawei tæki sem til þess að reka öll fjarskiptakerfin okkar vegna þess að þeir myndu mögulega hafa einhver hlerunartæki þar inn í Bretar bönnuðu það þannig að en þeir hafa samt sem aður Við ekki þrátt fyrir hvatningu Bandaríkjastjórnar fyrir stjórnar Trump Þeir hafa verið, Kínverjar hafa almennt sér verið bara býsna góðir kapitalistar að þýlunum til að þeir hafa verið tilbúin til að selja vöruna þannig að
Og svo þeir ætla að nota mikið af þessu sjálfur, af því að eiginlega áhersla þeirra núna til aukins hagvaxtar nýsköpun. Það svona línan sem gefin út. Hagkerfi sem tekur við verður ekki auðlindadrifið hagkerfi, heldur nýsköpunadrifið hagkerfi. Og þess vegna eru þeir svona framalega til dæmis í endurnýtanlegri orku og annað slíkt. Það eiginlega liggur ofan á þessari hugmyndum að lausnin til áframhaldandi velsældar liggi í nýsköpun og nýrri tækni. Þeir eru langstærsti umsögumestu byggjendur vindorkugarða í heiminum, lang. Við höldum alltaf, við tölum það að Kínverjar sé að byggja 1 kolavera á viku og svo framvegis. Þeir hafa dregið mjög úr því. Þeir eru að byggja gríðalegt magn af kjarnorkuverum vegna þess að þeir ætla sér að losna við mengunin úr borgunum. Og hefur tekið það. Fólk sem er að koma núna aftur til Kína bara eftir 6 ár, þeir er alveg slegið yfir í að sjá þetta. Það er bara mengunin orðin. En það er náttúrulega einu sinni, það er ekki það land síðan að Bandaríkjunum var það land sem útskrifaði langflesta verk og tæknifræðinga og hafði svona algjört dóminaraði það, markað inn í þeim og sendi þá þessu krössum heiminn frá Suður-Ameríku til Asíu til Kína en nú er þessu öfugt farið. Ég held að Kínverjar útskrifa eitthvað svona 10-12 verk og tæknifræðinga fyrir hvern eina sem útskrifaður í Bandaríkjunum. Þannig að við erum að tala útskrifast nokkrir. Já, nákvæmlega. Það fyrir eftir hversu lengi við tölum. Og senda það í auknum mæli út heiminn Eitt varðandi, hann komið í Japan, Trump, þar sem að þeir allir reyna sleikjan upp. Það var í matinn voru nautakjöt og hrísgrjón sem voru innflutt frá Bandaríkjunum, sem gladdan, af því að hann hefur verið að kvarta yfir því að það sé allir að lifa á Bandaríkjunum og Japanir flytja aldrei inn bandaríska bíla og þar til kvöldunum, eða ekki kórum en heldur. Og þannig að nýji forsætisráðherra sá það sem leik gefa honum Texas Longhorn Steak en ekki Kobe. Svo stóð hann upp og hélt ræðu og skammaði Japani fyrir að kaupa ekki nógu mikið af Bandaríkjunum, hótaði tollum, hótaði líka að þeir myndu bara ekki skipta sig af varnarmánum af því að Bandaríkjamenn hefðu þurft að bera upp í varnir Japan og Japan hefði ekki eitt nógu miklu í varnir. Mér minnir að ég hefði lesið það bara í mannkynssögu í 10 ára bekk að Bandaríkjamenn höfðu bannað Japanum að byggja pernað. Já. Það ekki? Jú. En það var ég man eftir að fyrir ekkert svo lengur síðan að þá las ég komment frá einhverjum á internetunni sem að gerir það sem var þjóðveri og sem skrifaði byttu bara til þess að hafa þetta alveg á hreinu. Þið vilja við viðbúumst og förum inn í Pólland til þess að berjast við Rússana. Ég vil bara að það sé á algjörlega á hreinu áður en við förum á staði í þetta. Þannig að sagan er svolítið skrítin Já, ég meina uppbygging í Japan eftir seinni heimsstyrjöld var náttúrulega fullkomlega á forsendum Bandaríkjana. En það er náttúrulega Þú voru með landstjóraður. Ég er að segja það og Bandaríkin leita það sem ekki hagsmunamál fyrir sig að integrera Japan á sínum forsendum inn í alþjóðakerfið, ekki síst út af kommunísku í Kína og öðru slíku Þannig að það er alltaf svolítið hjákvæmlegt að koma svo og Besti hafnaboltamaður í Bandaríkjana núna er Japani. Spáði það. En hann snýr svona við það sem að fólk taldi að væri samkomulagum. Hann snýr þessu bara við. Já. En svo náttúrulega líka spurning hversu trúverðugt það er. Ég meina hversu margir í Japan trúa því að Bandaríkin ætla ekki að verja Japan í Austur-Asíu. Ég held að það trúi því enginn. Hver er að fara ráðast á Japan? Nei, ég meina bara upp á geopolitískt jafnvægi í Austur-Asíu gagnvart Kína. Hann er alltaf bara beinlínis að veikja stöðu sína í viðræðum við Kínverja bara 2 dögum seinna Ég sá fyrir mér að þess vegna trúir svona alltaf enginn. Þetta er alltaf bara Trump að fara með sína svona hefðbundnu frasa hér og þar og sumstaðar er eitthvað að bita bakvið á eins og hvert Evrópuríkjum. Það er oft bita bakvið það En þarna hefur maður svona ákveðnar efasemdir að Ég meina ef að Rússar taka einhvað af þessum eyjum sem eru þarna nyrst Sakhalin eyjum eða einhverju svoleiðis eða færu út í einhverju svoleiðis æfingar eða Kínverjar gerðu einhverjum óskunda á Kínahafi Bandaríkjamenn munu auðvitað standa það er enginn efast það annars er þeir bara marklausir á Kyrrahafi. En hann hefur sagt þetta í Evrópu þar sem allir töldu vera víst að það væri tryggingin í NATO út af hernaðarmætti Bandaríkjanna. Hann hefur sagt að hann mun ekki verja Evrópulönd nema þau borgi.
Ég held að sjá hvað svona trúverðarleiki í þeirri hótun að því að að utanríkisstefna Bandaríkjanna bæði fyrir tilstilli Trump sem líka út af bara dýpri ástæðum hefur verið að fara út úr markmið hefur verið að draga sig út úr Evrópu og fara til Asíu. Þannig að það eru svona og helsti óvinnur Trumps sem hann er búin að vera að tala í 20 ára er Kína. Þannig að ekki Rússland. Það er ekki Kína er samkynnisaðili Bandaríkjanna. Ég er að segja það. Sterkari samkynnisaðili heldur en Bandaríkjanna hafi nokkuð tímann séð og öll þau ríki sem hafa geta vaxið upp í að verða það, Bandaríkjanna hafa farið í stríð við það. Keisara Japan, Þýskaland, nasismas, Sovjetríkin. Já, þeir eru enda byrjuð ekki Þýskaland, nasismans eða Japan. Svona við ætlum að rifa upp söguna með sakfræðingin eða Sovjetríkin. Það er Sovjetríkin. Þannig að það er stórveldi og þessi sikkurum enda jarðar að þau renna saman í stríð. Nei, það held ég nú sé ekki, ég meina Bandaríkin og Sovjetríkin háðu vissulega kalt stríð og svona proxy stríð hér og þar en ekki allserjar stríð sem hefði náttúrulega tortryggð plánundunni með einhverjum hætti þannig að ég held að það sé ekki ástæða til að það getur verið það verður aukin geopólitísk samkeppni milli Bandaríkjanna og Kína næstu árum áratugum, ég held að það enginn vafa því og mögulega mun það brjótast út í einhvers konar staðbundnari jafnvel hreinum stríðum og meiri átökum en og svo samkeppni mun harðna. En ef ég var í Japan þá myndi ég líta svo á að það að Donald Trump að Bandaríkin verið mjög ólíklegt til að fara alltaf inn að draga þetta tilbaka varnir og viðveru sinni í Japan. Svo eru nágrannar Japana sem vilja síst af öllu að Japan herfaðist. Kóruumenn, Kínverjar. Margir þarna í nágranninu sem hafa slæma sögu af útþenslustöfnu Japan. Svipað og fólk í Evrópu af Þýskalandi. Það eru fólk í Þýskalandi sem ekki ánægt með að Þýskaland sé að herfaðast. Já, ég meina Japanir fóru hryllilega með Kínverja og Kóreubúa á þessum tíma. Ég er náttúrulega svo ímynd sem verið með Japan í dag er náttúrulega svolítið svona friðsöm og friðelskandi þjóð sem borðar sushi og er yndislegt að heimsækja og fara í hofinn og til Tókjó og allt þetta en alltaf Japanir voru heimsveldið fyrir seinni heimstyrjöld og það voru þeir sem að þeirra útþenslustefna einkenndi geopólitík Asíu, ekki síst og það ekki síst gagnvart meðan Kínverjum og náttúrulega Kóreubúum á mjög brútal hátt og náttúrulega svona atómsprengjan sem var náttúrulega algjörlega hræðilegt fyrirbæri hefur náttúrulega svolítið breytt yfir og svona breytt sjálfsmynd Japan úr því að vera ákveðnir gerendur í þessum hildarleik yfir það að vera svona svolítið fórnarlömbin sem náttúrulega eru líka. Þegar þú nefndir Argentínu þá er stundum verið að tala um að svona óskanstæðingur Bandaríkjanna er Kína og þess vegna vilja þeir fara helst út úr Evrópu og leiðist þetta stríð þarna sem að þar er að slökkva á því til þess að geta einbeitt sér annað. Miðausturlönd eru mikilvægt svæði og þeir eru í vandræðum þar og geta þar lendi ekki einbeitt sér að Kína meðan að þau eru með þetta tvennt í gangi. Þess vegna vill Trump koma líklega á friði, kannski út af eitthvað öðrum ástæðum. En nú virðist vera eins og liggur eiginlega við að Trump-stjórnin sé að byggja sig undir svona átök og svona harðari stefnu í Suður-Ameríku. Já, ég held að það sé alveg það er svona suður-amerísk svona geopólitík er svona komin svolítið aftur eftir að hafa verið svolítið legið kannski svolítið í dái frá kaldastríðs árunum. Bandaríkjamenn alltaf blanda sér allavega frá svona meðri í 19. öld með mjög harkalegum hætti í stjórnmáli fyrir Monroe ákvæðið er náttúrulega bara síðan í upphafi 19. aldar 1822-21 já. En náttúrulega kannski var ekki farið að beita sér með svona beinni íhlutun fyrir upp úr meðri 19. öld og svo náttúrulega höfum við endalaus dæmi náttúrulega bein og ofbeldisfull afskipti Bandaríkjanna stjórnarfari í Suður-Ameríku á kaldastríðsárunum, kaldastríðstímanum. Og þetta er svolítið að koma aftur núna, fyrst manni, og við höfum séð þetta náttúrulega í gagnvart Venezuela núna. Þetta er meira og meira komið inn gagnvart Venezuela, orðaðan er að harðna mjög. Og líka harðna orðaðan gagnvart Kólumbíu? Orðaðan gagnvart Kólumbíu hefur harðnað töluvert mikið og náttúrulega Brasilíu á einhverju leyti, svona það sem að Lula hefur verið gagnrýndur og hótað fyrir að leyfa kerfinu að saksækja eða sækja Bolsonaro til saka fyrir tilraun til valdaráns sem er kunnulegt þema en svo náttúrulega Argentína sem er náttúrulega mjög fascinerandi það sem að Trump skipti sér svolítið af kosningunum
Ég held þetta hérna... Þetta hans sigur, eða ekki? Jú, er það ekki? Ég meina... Hann náttúrulega bara lýsti því yfir að hann væri að Argentínubúar yrðu að kjósa sinn kandidat og ef þeir gerðu það ekki þá myndi landið nánast fara í einhvers konar fjármálakrísu. Greiðsluþrot, einmitt. Já, komur endur á óvart hversu mikill ég á ofsalega erfitt með að trúa að þetta sé svona algjörlega ráðandi, bara vitandi hvernig kjósendur hegða sér og hugsa og svo framvegis 100% það voru einhverju sem að hugsuðu við verðum að kjósa Milei vegna þess að en svo held ég líka bara að einhverju hafi viljað gefa honum meira tækifæri vegna þess að hann var ekki með meira hluta í þinginu og hann hafði þrátt fyrir þessi spillingamál sem að tengdust systur hans og einhverjum ráðherrum líka að þá verði samt líka svona þeir sem að ég þekki sem að þekkja Argentínu að hafa búið þar töluðu að svona kerfið hafi unnið svo gegn honum að það væru margt fólk sem að fyndist hann ekki að hafa fengið tækifæri sem hafa kosin út á að gera til þess að gera það sem hafa kosin til að gera. Þannig að ég rosa skeptískur á þegar kemur eitthvað svona utanakomandi aðili og þjóðin segir bara, við verðum nú að lúta þessum, við verðum að fara eftir vilja Trump. Bara vegna þess að kannski það bara eiga hugsunin í mér og hvernig við þekkja Íslendinga, við myndum aldrei fara þannig og kjósa bara ef Trump segði, við ætlum að láta ykkur aðfylgta peningum. Við myndum fara í fullkomna mótþróa þrósku og gera þveröfugt við það sem að þess að utanakomandi vildi að við gerum. Það má sjá þessi merki í kosningunum í Kanada sem var svona hand-Trump. En þarna þetta snerist svolítið við, það leit ekki vel út fyrir Milei þegar hann fer til Bandaríkjanna og suðar þar út gríðarlegan stuðning við pesoan og jafnvel að hefja umræður það að taka upp dollar, svona opnað og Trump játar söllu. Og segir að þetta loforðið hans bundið því að þau kjósi Milei. En ég veit ekki hvað, ég held að pesoan hafi fallið 76% þegar hann tók við Milei. Og það náttúrulega gríðarleg saga fall, þannig að ég þótt að við munum margt gengisfellingar, þá held ég kannski að við skiljum ekki alveg þetta ástand sem þarna og svo óttaðir að við að sogast ofan í þessa fjármála kreppu sem eru búin að vera í meir og minna í marga áratugi. Fyrir 100 árum síðan var Argentína gríðarlega öflugt og auðugt land og ég meina bara þessi stjórnmála órói og reynsla, ég meina hvorsu sem af herforingjastjórnum eða peronistum, það bara skelfingarsaga vegna þess að þetta land sem hafði allt til alls til þess að verða öflugt ríki. Þannig að, og jú, það getur vel verið að það sé eitthvað í þjóðarminninu sem svona hrætt við enn meira gengisfall heldur en hefur orðið. En ég bara skal ekki með að þekki það ekki, Já, ég alveg saman því að heldur þetta maður nálgast þetta með svolítið svona auðmýkt í þeim skilningi að maður, hversu, þetta er rosalega mikil og djúp saga sem maður skilur ekkert til fulls, alls ekki. En en ef ég skildi rétt, þá það er alveg rétt það sem að gerðist núna, ef ég skildi rétt þessu kosningum, þar sem eitthvað svona þriðjungur sætana var í kjósin þriðjung sætana til efri og neðri deilda þingsins, að þá Milei núna komin með nógu stóran minnihluta í þessum deildum til þess að koma í veg fyrir það að þingið samþykki lög í hans óþökk eða geti komist gegn hans neitunarvaldi á öðru lögum. Og verið til dæmis að tala ef að þingið vill framlengja bætur til, eins og eitt af meðurum framlengja stuðning við fötluð börn og Milei vítóorði eins og hann gerði, að þá getur þingið ekki tekið tilbaka vítóið. Þá gildir það. Og þannig að það vissulega verið svona þessi valdaskipting í argentíska kerfinu hafa blokkarað að vissu leyti prógram Milei, en á móti kemur ef ég lesi þetta rétt þá er hann búin að skera niður ríkisútgjöld 30% á örstuttum tíma, 2 árum. Já. Og það náttúrulega og reka fleiri 100.000 og það náttúrulega ef það var að mæla árangur í því, þá var það náttúrulega einstaklega mikill árangur. En hins vegar hefur það náttúrulega leitt af sér atvinnuleysi.
það hefur leitað sér aukinni fátækt og kaupmáttur hefur dreigið saman. Á saman tíma náttúrulega fyrirsögnin alltaf svo að verðbólga hafi lækkað sko, en sem náttúrulega, þú veist, verðbólga var 300%. Þú getur lækkað verðbólgu með því að slá bara 10% af fólkinu út úr hagkerfinu. Nákvæmlega. En kaupmáttur hefur náttúrulega lækkað með henni. Þannig á sama tíma hefur náttúrulega þessi verðbólga farið niður, ekki sísta stórum hlutvaldi þess að þú bendir á að pesoin hafi lækkað sko, hún samt verið haldið uppi af Seðlabankanum og held ég, og með þessum að maður les, náttúrulega veit ekki alveg nákvæmlega, en þá búið að tæma alla gjaldeyrisvarða forðasjóði. Já, síðustu vikur gekk Seðlabankan mjög hart fram í að reyna að halda pesoinum uppi og hann var að gefa mjög mikið eftir. Sko. Hann átti bara ekki meiri pening. Sko. Þannig að halda uppi virði gjaldmiðilsins til að að draga úr verðbólgu, koma stöðuleikanum sko. Og svo á sama tíma fóru Bandaríkin að kaupa pesoa í síðustu viku. Aðdraganda kosninga að verði ekki fyrir ómikið gengisfellingu. Þannig að þetta er náttúrulega, þú veist, á þess að ég ætla að halda fram ég hafi djúpan skilning á efnahagsvandræðum Argentínu, að þá finnst manni þetta gefið til kynna þessi bara verið að framlengja sömu vandamál og hafa verið til staðar í mjög langan tíma í argentísku hagkerfi og leið annað hvort að Donald Trump missir áhugann, þetta er náttúrulega duttlungafylsti maður í heimi og leið og hann missir áhugann og ákveður að hætta annað hvort að lána með leið eða skera á lánlínunar eða bara selja pesóuna, alla pesóuna sem hann á núna. Hvað gerist þá sko? Þú veist, mörgum orðum að það hvað argentíska hagkerfið er háð bandarískum dollar, hversu veikir atvinnuvegirnir eru og allt þessi strúktúral vandamáli í argentísku hagkerfi sem leysast alls ekki með því að skera niður ríkið um 30% og hvað þá að dæla dollar, halda uppi genginu á svona gerfilegan hátt. Nei, ég er alltaf skeptískur á byltingar hvaðan svo sem það koma. Þannig að verandi svona hófsendar maðurinn sem ég er að þá svona ég á erfitt með að sjá sko það getur vel verið að sko ákvarðanir og aðgerðir mílegi endi þannig að það verður betra samfélag og einhvern veginn betra rekið samfélag vegna þess að það var ekki að ganga í áratugi og það getur verið að það þurfa að fara í eitthvað svona sársaukafullar aðgerðir. Ég er bara ofsalega skeptískur á að sársaukin á meðan að fólk er að fara í gegnum þessar aðgerðir réttlæti það sem að á eftir kemur. Hvaða byltingar sem eru. Svona sjokktreatment í þessum anda gerði ekki gott fyrir Rússland eða Úkraínu. Nei. Og ég meina, þú veist, þessna held ég að sko að almennt séð að svona byltingar þær eru mjög sársukafullar og það eru mjög mörg egg sem eru brotin við gerð þessara romulettu, þannig að Og svo líka náttúrulega er hann að skuldsetja landið gríðarlega í dollarum. Þú veist, hann er búin að taka út allt sem hann getur fengið núna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og hann er að taka 40 billjónir dollara frá Bandaríkjunum. Sem er náttúrulega bara skuldir sko. Sem er bara skuldir sko. Það er bara skuldir, það er að fara að kalla það inn á einhver tímapunkti sko. Og þá annarkvort þá þá náttúrulega er Trump-stjórnin sem við veitum alveg hvernig haga sér í samskipti við ríki. Annarkvort komið með argentíska hagkerfið í bara hendi sér og getur annarkvort sett skilmála að gengi eitthvað skonar auðlindum. Milley verður bara setja og standa eins og Trump vill meðan að Trump er við völd sko. Og það er náttúrulega fyrir utan það að þess að svona sérstöku hótun að stuðningu við Bandaríkjunum verið háði að fólk myndi kjósa Milley, þá er náttúrulega vitað meðal allra sem að búa í Suður Ameríku að það skiptir máli hvernig samskipti við Bandaríkin eru. Og það eru líklega alltaf helmingu þjóðarinnar sem hugsa svo að úr því við erum að borga sig að hafa betri samskipti við Bandaríkin frekar en ekki. Það er ekki saga hér í okkar heimsluta að það sé sniðust og snjallt að fara í einhver derring við Bandaríkin. Nei, það er ekki reynslan. Eins og Kúba eða Venezuela getur sagt þess að sögu. Núna er hann forseti Kólumbíu svolítið í þessu að því hann hættist að Trump í Sameinuðu þjóðunum og nú er búið að vera að draga Kólumbíu inn í átökin við Venezuela. Ég skil það ekki öðruvísi sko. Að það sé verið að bara grækja og taka hann bara vegna þess að þeir þól ekki forsetann. Hann er með derring maður. Sko ég skil samt sko að þolinmæði gagnvart stjórnvöldum í Venezuela hlýtur að þverra einhver tíman að ákveðnu leyti vegna þess að þar er
ástand, ég meina við vitum það eru milljónir Venesúelabúa sem hafa flúið land, það er ekkert lýðræði þar, það er ekki eins og gervilýðræði þar, það er ekki eins og ekkert að kalla þetta gervilýðræði, þannig að ég skil að en sko aðferðirnar sem að Trump er að beita eru náttúrulega þær eru ekki löglegar, þær virðast ekki vera það. Og ég meina, og þessi morð sem er verið að fremja á fólki á bátum, hvort sem að sko menn eru að halda þið fram að þessu eiturlega smeklarar, það er enginn að fara á hraðbáti frá Venezuela til Bandaríkjanna. Það getur verið að þeir fari sko á einhverju eyjahoppi, en það er enginn að fara á hraðbáti þarna á milli. Þetta er alvöru vegalengd. Duterte fyrirverandi forseti Filippseyja, hann er á sakamannabekk fyrir að gera nákvæmlega þetta. Já, já. Að drepa meinta fíkniefnasmyglar á færi. Já, já. Þetta er náttúrulega bara vandrap án due process, dómsólaga. 100%. Og náttúrulega hættan er í þessu náttúrulega, þú veist, þetta er nú hættulegt eins og er náttúrulega það sem að markmiðið er augljóslega hjá Trump-stjórninni er náttúrulega að útvíkka þennan hryðjuverkamannastimpil ansi vítt og gefa sér þannig leyfi til þess að beita sér gegn fólki án dómsólaga ansi vítt og það á augljóslega við þá sem brjóta lög er ekki einhvers konar herrlögn á verkefnum, þetta reyna að færa út slíka ramma til innri óvina. Það sem trufla mig mest við þetta, nei, það er ekki rétt að segja það, ekki það sem trufla mig mest við þetta. En eitt af þeim atriðum sem trufla mig við þetta er það að þeir vita að þeir eru að brjóta alþjóðalög. Þeir vita að þeir eru mögulega að brjóta bandarísk lög og þegar að það kemur að því að þessi menn þurfa að láta völdum og horfa mögulega framan í það að verða dregnir fyrir einhverja alþjóðadómstóla þó að Bandaríkin séu mjög tregir til þess að leyfa það að þeirra fólk sé dregið fyrir alþjóðadómstóla en mögulega dregnir fyrir dómstóla í Bandaríkjunum vegna þess að þeir eru að stunda lögbrot þeir eru að þá verður erfiðar fyrir þá að láta völdum. Og það er það sem að ég óttast mest við hvað menn eru tilbúin til að gera þegar eru komnir út í horn, vitandi það að þeir hafa brotið lög, vitandi það að bæði alþjóðalög en líka bara það sem er að gerast í Bandaríkjunum með því hvernig landamæralögreglan og síðan ICE gengur fram. Það er verið að handtaka bandarískir ríkisborgarar hafa verið handteknir, þeir hafa erlendir ríkisborgarar hafa verið teknir án þess að þeir hafi verið þeir hafi ekki verið ólöglegir innflytjendur, þeir hafi ekki verið brotlegir við lög með neinum hætti og þeir hafi verið horfið inn í einhver fangelsi í einhverjar vikur það eru og við erum bara rétt að byrja við erum að mánuði 9 af 48. En ég held að þetta er eina í svona fræðilegri umfjöllunum neyðarlög og annað slíkt að þá er þetta oft einn punktur sem er tekin inn að þessi hvernig það tekst að normalisera neyðarástandi og þá meðal annars með því að gera það einhvern veginn löglegt og þannig tekst típum að víkka út skilgreiningar á neyðarástandi á hryðjuverkamönnum og fá dómstól oft með sér í lið við að framkvæma þessa hluti og þannig gefa hluti sem að einu sinni eru ólöglegir meira og meira löglega ásýnd og þannig verða sig meðan mögulega fyrir Já, en þess vegna er verið að tala um það að virkja the Insurrection Act að það sé einhvers konar uppreisnar ástand á ákveðnum svæðum í Bandaríkjunum sem er réttlæti það að fara með herinn inn í svæði og beita meira ofbeldi og jafnvel setja löglega kjörin ríkisstjórnvöld eða héraðsstjórnvöld af til þess að eða borgarstjórnvöld yfirvöld í borgum af til þess að fara sínu fram. Aðeins að áður fyrir maður inn fyrir landamærin þá kenningi var svo að Bandaríkjamenn þurfa undirbúið sig undir átöku í Kína. Þess vegna þurfa að fara út úr Evrópu, slökkva á vesininu í Miðausturlöndum, einbeitt þess að Kína. Þá allt í einu þá fara þeir eiginlega í hernaðaraðgerðir í Suður Ameríku og menn er að klóra sér fyrir hvað veldur þessu. Ein kenningin er svo að þetta er bara Mark Rubio hefur bara áhugað þessu. Hann er nú innflytjandi frá Kúbu
og hans draumur, og hann lagði áherslu á það í sínu pólitíska ferli, að Bandaríkin yrðu að frelsa Kúbu. Og þetta sé bara ekki, hópurinn sé ekkert betur samsettur heldur en þetta, að ég verði ekki bara að leyfa Rubio að leika sér við þetta. Að starta stríð í Karíbahafinu? Já, kannski. Hvað heitir hann eftir, nú gleymi ég hvað hann heitir vinur hans, hliðina Rubio, ekki hermálráðurann, heldur ekki Hexet, heldur alltaf ég maður ekki alveg nokkulega, en það er líka að tala um að hann, sérstaklega í þessu Venezuela-dæmi, sko, að hann er náttúrulega búin að vera nafni kemur, engar ágjur, en hann vilji sér beita sér fyrir þessi Venezuela-dæmi til þess að víkka út hryðjuverka skilgreininguna, til þess að fá meira rými til þess að beita sér gegn bara fá meira rými til þess að beita sér gegn sínum óvinum, veintum óvinum, hvar sem þeir eru. Innanlands eða í Venezuela? Aðalega innanlands. Hann sé að víkka út skilgreiningar hryðjuverkavinnu sérstaklega í Stephen Miller þá? Stephen Miller, já, ok. Hryðjuverkamönnum á Karíbska hafinu á bátum og samanskapið verið að færa hægt og rólega þá skilgreiningu yfir á stjórnvöld í Venezuela. Já. Og þannig verið að búið til einhvers konar réttlætingu fyrir afskiptum, stjórnarskiptum, hernaðaríhlutun með einhverjum hætti í Venezuela þegar það kemur. En svo líka ekki síst gagnvart hann er að sjá hversu langt dómstólar leyfa að komast með að skilgreina hryðjuverkamenn sem slíkt. Það getur verið og það hagsmunir hans og Rubio fara svolítið saman í þessu. Og svo vill Trump bara olíuna í Venezuela. Það sé svona. Já, ég meina það getur verið, maður trúir nánast hverju sem upp á Stephen Miller, þannig að hann hefur hins vegar ekki sýnt utanríkismálum sérstaklega mikinn áhuga hingað til. Hann hefur verið að tala hættuna af innflytjendum. Stríðsástand, þegar maður hugsaði að stríðsástand í Venezuela gæti mögulega aukið á flóttamenn frá landinu og gert stöðun erfiðari, en ég meina ef þeim tekst að drepa Maduro og velta stjórnvöldum við og koma inn einhverjum nýjum forseta. Já, svo sem reynt það áður. Já. Í sumum af þessu löndum hefur tekist að vera skiptum valdhafa. Já. Þeim ekki alltaf tekist það. Nei. Og það ekki mörg dæmi að Bandaríkin færi beint í stríð. Nei. Í þessum heimsluta. Það geti verið kallað miklar hörmungar yfir. Já. Ég meina. Og alveg ómögulegt að sjá hvernig önnur lönd myndu bregðast við því. Já, þeir fóru inn í Granada. Þannig að fyrir 40 árum síðan rúmum, en þeir hafa ekki farið í beina innrás. Þeir hafa vopnað. Síðan svínaflóa. En ég held að svona boots on the ground, eins og maður segir, ólíkleg niðurstaða. Þessi frekar einhvers konar hernaðar íhlutun, fjárhagsstuðningur og jafnvel loftárásir eða eitthvað slíkt. Þeir virðast ekki hafa þann hóp í Venezuela til þess að vopnast, eins og þeir hafa haft í mörgum af þessum löndum sem þeir hafa getað fjármagnað með ótrúlegustum hætti. Í andstöðu gegn stjórnvöldu sem að þeim líkar ekki. Já. En það verið það ekki svo, þeim gangi það ekki í Venezuela. Nei, mitt. Nei, það var frægt dæmi hvernig fjármögnuðu hernaðar andstöðu í Nicaragua með ólöglegum hætti fyrir 40 ára síðan. Það segja vopn til Íran. Já. Þetta náttúrulega, þetta svona eins og aðeins lengra sögulegu samhengi og þetta náttúrulega bara svona bæði staðin í Venezuela og allt þetta er náttúrulega svona birtingamynd þeirra aðstöðu sem Bandaríkin með sína Monroe-kenningu hafa sett Suður-Ameríku í undanferðin 150 ár sem náttúrulega það svolítið, þeir eru með okkur eða þeir eru á móti okkur. Já. Og við ætlum að og fyrir seinni heimsstyrjalda þá þessi svona nöktu svona fjármála yfirráð sem sá maður Kúbu og víðar og svo eftir seinni heimsstyrjalda sem að kalda stríð kemur eitthvað með fullum krafti þar sem að ríki Suður-Ameríku, að Bandaríkjamenn ákveða að þessi þeirra þjóðarhagsmunir ríki Suður-Ameríku geta ekki valið sér sín einu stjórnvöld. En það áhugavert þeir gerðu ekki kröfu á stjórnvöld í Suður-Ameríku að taka þátt í seinni heimsstyrjaldinu með þeim. Ekki gagnvart Þjóðverjum eða gagnvart Japan. Þeir höfðu þetta aðstöðu en ég meina en Suður-Ameríka endaði síðan auðvitað sem bara einhvers konar flóttaleið fyrir gamla nasista Þannig að
Þannig að það Það er kannski verið ósátt það. En staðan sem að svona Suður-Ameríka hefur náttúrulega lent í sko, þú veist, að þegar að hefur verið reynt að, þú veist, þú sagðir hérna þú veist, að lönd í Suður-Ameríku, þú veist, þetta að vera í góðu sambandi við Bandaríkin? Ég hugsa að það sé stór hluti íbúinu sem hugsa það. Einmitt, já, ég held að það sé rétt, sko, en sá valkostur er náttúrulega ekki góður. Að þurfa velja á milli þess að vera sérstaklega undir lægja Bandaríkjanna eða að einangra sig frá umheiminum eins og Kúba eða Venesúela. Það er lönd sem eru nálægt svona stórveldum þurfa ofta að kyngja. Það er punkturinn minn að þetta er erfiða. Þú tipplar í kringum Kína, þú tipplar í kringum Rússland, þú tipplar í kringum Bandaríkin. Það er minn punktur með sko, þetta er en erfiða staða sem Bandaríkin hefur settlandi í og svo getur kemur með landi svo Venezuela, þú veist að þá hættan eða Kúba að þau breytist í einhvers konar einræðistjórnir að því bara einfallega á þess að ég sé réttlæta það sko, en líka bara því að þau geta alltaf sagt sko Bandaríkin reyna að bylta okkur og stundum er það rétt þú veist, ekki alltaf, en stundum er það rétt og með því er alls ekki réttlæta stjórnvöldi í Venezuela eða Kúbu, en þetta er náttúrulega þetta er í rauninni sko það sem fólk sem býr í löndum eins og nálægt stórveldum, þú veist, þetta er þeirra dálítið svona staða. Ég meina það er staða Litáin og Íslands og svo framvegis, það er staða hefur verið staða Pólverja í gegnum aldirnar að vera fast á milli Rússlands og Þýskalands þannig að Íslands við erum bara frekar heppin samt að vera svolítið langt í burtu. Við erum samt innan Monroe-kenningarinnar. Ég vil alltaf vera að benda á það hér að við erum með allt öðruvísi öryggishagsmuni heldur en lönd á megin landi Evrópu út af þessu. Við erum í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og Bandaríkjamenn vita það, Rússarnir vita það líka, það vita það allir í heiminum. Þannig að við förum að herfaðast á sama hátt og við ættum landamæri eða Rússlandi finnst mér vera absúrt. Það er nú annað. Það eru kosningar eftir helgi í Bandaríkjunum, svona hist og her, ekki mikið af þeim. En það sem er mest spennandi eru líklega borgarstjórnarkosningarnar í New York. Mamdani hefur verið með svona 45% í skoðanakönnunum. Cuomo er aðeins að styrkja sig, hann er komin yfir í 30, komin svona 33, 34. Það er samt mikill munur og svona undir svona venjulegum kringustæðum þetta væri. Þá myndum að segja að það er ekki sem getur komið í veg fyrir að Mamdani vinni. Hins vegar er ýmislegt sem gæti komið í veg fyrir það. Það til þess að það er Komagrílan, hann er yfirlýstur sósíalisti og Trump kallar hann kommunista og það tala að New York sé að falla í hendur kommunista. Og það er þarna fulltrúi repúblikana sem er í frambóði sem er mjög veikur og svona, þannig að þeir sem gætu hugsa sér að kjósa hann, alltaf er svolítið erfið ákvörður marga þeirra að kjósa Cuomo, sem er þeirra svona sögulegur andstæðingur. Svo fjölskylda bara. Já. Ef þú ert rótgróin repúblikani í New York, þá er eiginlega, það er erfitt fyrir það að kjósa Cuomo, hann vinnur aðeins á móti, en hins vegar ég meina, Mamdani er múslimi. Það er svo margt sem það er svo margt sem getur gripið inn í ákvörðun kjósenda á síðustu metrunum. Þannig að ég myndi ekki vera algjörlega viss hann væri búin að ná þessu. Ef að Silva myndi bara draga sig alveg í hlé sem vill alls ekki, en ef hann myndi gera það, ég held að ef einhver kemur til hans helgina og segir ok, 10 milljónir. $10 million. Það er að gera það núna, það er búið að opna fyrir utankjörfunda. Já, ég veit það ekki, þú veist, en bara tilfinningin, ef einhver kemi þá myndi hann hætta við. Hann er á kjörseðlunum, ég held að það ekki svona að breyta því. Nei, það er þetta rétt. En þetta er svona, ef hann er ekki frambóði eða dreifur sér til hlés, þá á Cuomo aðeins meiri séns gagvart Mamdani, en þetta lítur allt út fyrir það að hann vinni. Það er orðið meira sér þannig að allavega 2 þingmenn repúblikana eru búin að mæla fyrir því, ekki með formlegum hætti, en byrjar að tala það að það er að svipta Mamdani ríkisborgararétti vegna þess að hann er Þetta er Úganda. Já, og er það í Úganda? Já, og hann sem sagt þeir haldaði fram að hann hafi logið á ríkisborgarumsögnunni sinni, Þannig að hann hafi ekki sagt frá, hann væri sósíalisti, þannig að hann hafi ekki sagt frá því. Áttu hann að tilgreina það, stjórnmálaskoðanir á Já, ég meina þú ert að segja það þegar þú ferð til flýgur til Bandaríkjanna hvort þú hafi tengst einhverjum samtökum kommunista, það var þannig lengi, þannig að þegar maður var að fylla út formið, þannig að
eða nasistaflokka, það var Var hann ekki bara kornungur þegar hann fær ríkisborgararétt? Nei, ég held að sé Eru foreldrar hans ekki með ríkisborgararétt? ég bara þekki, Mamma nei sem var stórmerkilega, gert alveg stórmerkilega bíómyndir, já, alveg stórmerkilegar. já það Fátaka hverfi í Indlandi, já, bara eina áraðuríkustu myndu sem maður séð, ok, notaði götuböllni sem að léku þar og áhugavert stórmerkilegur já, hann ég hef ekki kemur séð það með sér alveg svona gríðarlega þetta er mikill menntamaður. já, algjörlega og en annar þessar þingmannreyndar sko einhverjum stórkostlegum vandræðum vegna einhverja meintra lögbrota, þannig að hann er kannski líka bara að reyna að dreifa athyglinni frá því sko, ég held að varðar einhverja konur og annað svoleiðis sem að mönnum verður stundum halda á söllunni með, sérstaklega í svona kristilegum flokki eins og repúblískum flokknum. Þannig að en sko já, ég reyndar sko, ég er meira að fylgjast með vegna sem ég bjó í Virginíu, þannig að ég fylgjast með sko hvernig Abigail Spanberger gengur, hún er ekki búin að sko, hún á að vera búin sem er frambjóðið demokrata gagnvart republikanum sem er svört kona, þetta er svo áhugavert hvernig stereotypuna rugglast stundum í þessu og hún er með eitthvað 7% forskot en henni verður ekki tekist að klára að tryggja sigurinn og það er aðalega vegna þess að sá sem er að bjóða sig fram til dómsmálaráð þegar þar demokratamegin virðist þeirra svona ákveðin skítæll og lendi í smá vandræði með það að hann óskaði dauða yfir eitthvað þingmannsrepublikana í textaskilabóðum og það allt sem hann lag og svo framvegis. Og svo er ríkisstjórnarkosningar líka í New Jersey og þar hefur Mikey Sherrill sem er fulltrúi demokratana, hún er bara með 1-2% stiga forskot þar, þrátt fyrir að demokratar vinni eiginlega alltaf New Jersey, en hún hefur líka lent í vandræðum út af meintum spillingamálum og svo framvegis. Þannig að þetta verður spennandi þriðjudagur næstkomandi, ekki bara í New York, það er líka fyrir mest í New York, við verðum að segja því. Já. Þar er svo margt undir, bæði er þetta náttúrulega spennandi í sjálfu sér og svo er þetta náttúrulega líka spennandi að ef að Mamdani vinnur að þá getur það haft svona áhrif á afstöðu demokratana hvers konar frambjóðendur þau eiga að stilla fram. Það getur að verið stórkostlegur sigur fyrir vinstrimenn í Bandaríkjunum ef hann vinnur þetta. Ég með það er alveg klárt mál að þetta hefur áhrif á landsvísu. Annað sem ekki gerst. Að því að einfallega vegna þess að hann alltaf er orðin hluti af. En ef hann vinnur stórsigur þá held ég að demokrater hugsa vegna þess að menn hugsa alltaf hvernig gekk í síðustu kostningum, þá hugsa þeir, já, við þurfum að fá fleiri Mamdani. Ef hann rétt mér sigur á Cuomo, þá eru skilabóðin ekki alveg skýr og svona establishmentið í demokrataflokknum mun segja, voruð með sko mjög brogaðan frambjóðanda í Andrew Cuomo, mikil alls konar vandræði kringum hann og rökklaðist frá og svo framvegis. Og eiginlega bara ömurlegt að sjá mannin í kosningabartunni. Já. Hann er eins og draugur upp úr öðrum draug. Já. En demokrata establishment vil alltaf segja það. Já, ég veit það, en ég bara segja þeir munu alltaf segja bara þetta er New York og New York er ekki Amerika sko. Alvöru Amerika er Florida eða Ohio eða við þurfum að vinna þau ríki sko. Og ég er alveg sammála auðvitað ef hann vinnur eftir því sem að sigurinn verður stærri því sterkari verður momentið með þessum aðilum innan demokrataflokksins, en það verður samt engin sko, friðsamleg valdaafsal sko. Það verður held ég nei. barist frá síðasta blóðdropa með innan demokrataflokksins hvernig mótstaðan gegn Trump ég hef bara áhyggjur af því sko, þegar demokrata, ef að sko vinstri armur demokrataflokksins sigrar þar og AOC og það er það er frambjóðandi í Vermont sem er svona mjög vinstri sinnaður sem í ríkisstjórakosningu, í öldungadeildakosningunni þar sem þetta móti Bernie og frekar heldur en Maine eitthvað starf að sem er nýtur stuðnings AOC og Bernie Sanders og svo framvegis með mikið fórskot ef þessi vinstri armur sigrar og við erum með sko svona harðkjarna hægri og miðjan er algjörlega farin í Bandaríkjunum og við erum með harðkjarna hægri í republikanaflokknum og svona populist hægri
Þetta nú ekki sérstaklega vinstriðinlega fólk á okkar mæli Ég ætla að segja, þetta svona mildir sósíaldemókratar. Ég að tala ímyndina innan, sko, það alveg sósíalistar í Bandaríkjunum. Þú veist, þeir eru bara eins, Sósíalískar hugmyndir höfðu áhrif á Bandaríkin og það sem eiginlega skást í Bandaríkjunum komið þaðan. Og frá sósíalísku hugmyndunum? Já, ok. Bara New Deal og fleira sem það bara hannig. Þannig að sko, það sem ég hef bara áhyggjur af sko, þetta mun auka skautunina ennþá meira og það verður alltaf meira og meira í húfi við hver valdaskipti. Það að segja að þú, þegar að sko, þú ert algjörlega búin að demonisera andstæðingin, bæði vinstra megin og hægra megin, að þá verða valdaskiptin alltaf, það verður alltaf meira og meira í húfi við hver valdaskipti og þá styttist í það að þau verða ekki. Það það sem ég sko, hef en þetta alltaf sko, ég held að skipti, ég er alveg bara samanlega sem mörgur leiti, en þetta samt búið að eiga sér stað. Það skiptir ekki máli hver leiðir demokrata, hvort það Hillary Clinton eða Zoran Van Dami. Donald Trump mun alltaf segja að viðkomandi kommunisti og hann óvinur minn og ég mun þetta segja Kamala verið það. Já, en ég á við sko þegar að Donald Trump gamall maður og það engin með sama pólitíska sjarma sem að næst á eftir honum í þessari hreyfingu. Josh Hawley eða J.D. Vance eða allir þessir eða Marco Rubio sem var reyndar hófsamur republikani einhvern tímann. Þeir ná ekki að grípa sko, með sama hættu, þeir hafa ekki sama náðarvald. Þannig að ég bara segja sko þegar að náðarvaldi Trump sleppir og republikanar þurfa að standa fram fyrir því að vera ekki með frambjóðandan. Þá opni skáttir fyrir ykkur hófstiltu hægrimennina. Kannski, eða ekki. Eða þá opna skáttin að valdaskipti verði ekki leyfð, sko. Vegna þess að það eru hreinræktaðir sósíalistar sem að kalla sig sósíalista sem eru í frambóði hinum megin. En akkur ætti þau ekki að vera leyfð þó þessi sósíalismi leyfilegur í Bandaríkjunum? Nei, ég er að segja sko, það eru öfl í Bandaríkjunum, sömu öfl og tala það að það verða svipta Mandami ríkisborgarrétt sem að munu segja, og ég meina bara eins og Michael Flynn og einhver svona. Það eru sömu öfl og voru að efast ríkisborgarrétt Obama. Já, algjörlega. Ég held bara að segja að viðbröðin sem við sáum ein kenningin á þessu öllu saman er að sömuleiðis séu horfa á viðbröðin við kjöri Obama. Að það kveikti í hvítum þjóðernishyggju yfirburðahyggjumönnum. Já. Og þú til að segja það að ef það verður kosnir nokkri sósíalistar, þá getum við séð í að fylgja heiftarlegri viðbröð. Því að þessi menn óttast sko kommunismann vilja miklu frekar heldur svartamannin. Já, ég leik mér að því að teikna upp sviðsmyndir. Mér finnst það leið til þess að hjálpa mér að skilja hvað getur gerst í framtíðinni. Og þetta er bara ein sviðsmynd, ýkt sviðsmynd, að ef að sósíalistar sem að skilgreina sig sem sósíalista, vinstri armurinn verður ráðandi í demokrataflokknum, þá auðveldara skref fyrir harðsvíraða þjóðirni sinna og kristilega þjóðirni sinna sem að tala það að það eigi ekki verða valdaskipti aftur í Bandaríkjunum að implementera þessa sýn heldur en ef þau eru ekki kappi við sannfæra nógu stóra hluta þjóðarinnar að beygja sig undir það að það sé áhættu samt að halda kosningar. Joe Biden, það trúði enginn að Joe Biden væri sósíalisti. Hann var bara búinn að vera þarna lengi og hann var frekar hófsamur demokrati og svo framvegis. Þess vegna fekk hann svona mikið fylgi vegna þess að hann var svona safe pair of hands eins og maður segja. En það má heldur sem ekki gleyma því að þessi vegferð náttúrulega í gangi núna. Þó það sé ekki sósíalistar að leiða einhverja anstöðuhreyfingu þannig séð. Og samanskapið náttúrulega búið að teikna mynd af frjálslyndum, liberals, háskólafólki sem óveinum sem að fyrir ég hlusta að ræður Stephen Miller sko, það skiptir engu máli hvað sem Sumir eru að flytja þetta til Íslands þetta með háskólafólk og svona frjálslynd fólk að kalla það
Trumpa og þetta sé eiginlega það fólk sem að stendur helst í vegi fyrir Vókið mesti óvinurinn sko og það kemur úr háskólanum og öllu þessu sko og þannig að það búið og auðvitað fólki í kringum Trump eins og J.D. Vance, þau koma náttúrulega úr þeim krefsum þar sem að þetta óvinurinn sko, þú veist ekki endilega sósíalistarnir þó að þeir finnst að fólk sé yfirleitt sósíalistar á þeirra mælikvarða en svo náttúrulega erum við líka að horfa upp á það einhvern veginn að hvað sem að það verða valdaskipti eða ekki, eitthvað svona mómenta sem að verða kosningar eða ekki, eða þú veist að þá erum við svona tækt og rólega að horfa upp á það og þetta er eitthvað sem að republikanar hafa verið að gera lengur en bara Donald Trump að það hefur verið alltaf þrengja aðgengi að kosningum og það held ég að sé kannski líklegri niðurstaða við verðum áfram með kosningar en það bara verða alltaf útvaldari hópur hvítra karlmanna sem fær að kjósa í og þú veist og þetta er bara að vera þrengja að kosningaréttinu með markvissari hætti og ég meina þetta þekkjum við úr frá því eftir endalók aðskilnaðarstefnunnar þú veist að þá var í ákveðnu Suðurríki með svona þrengta kosningarétti í svartara sérstaklega í gegnum fíkniefnalöggjöf og refsilöggjöf og annað slíkt og við höfum séð sko þú veist lestrarpróf líka nákvæmlega þú veist sem er gamalgróin hefði í Suðurríki Bandaríkjanna sko en þú veist og nú er Donald Trump að reyna að miðstýra þú veist náttúrulega framkvæmd kosninga er að fylgja stíginu sko hann er á auknu mæli reyna að miðstýra framkvæmd kosninga meðal annars með að krefja sönnun ríkisborgararétt fyrir kosningar og aðra svona leiðir held ég sem er verið að markvist að beita til þess að og við vitum alveg að það þarf ekki rosalega mörg atkvæði sérstaklega í tilteknum fylkjum til þess að það er rétt sko ég held að reynda sko að það sé líka samt sko svona til þess að vega upp móti sem ég sagði sjálfur að ég held að það sé mjög ríkt í Bandaríkjamönnum svona almennt decency og þeim mislíkar ef það er verið að það er auðvitað sko hópar af rasistum og þröngsynnu fólki og svo framvegis en bara svona holt og bolt að þá er svona meðal bandaríkjamaður svona vill gera vel notar umtalsverðan tíma og peninga í að hjálpa öðrum og upplifir ekki sko hættu af samkynhneigðum eða hættu af lituðu fólki eða einhver svoleiðis þannig að En nógu margir upplifa það til þess að það er í gangi ákveðin að þú sagðist ekki vera hrifin af byltingum að það náttúrulega er í gangi bylting í Bandaríkjunum og hún er ef maður skoðar sko kjósendahópa Trump þá er þetta fyrst og fremst svona evangelísk kirkja það eru heitrúar á tiltekinn hátt sem að trúa að efsti dagur sé bara rétt handan við hornið og við eigum að stýra sögunni með einhverjum hætti, við eigum að verja borgina síðan er þetta hvítir með afgerandi hvítir sem að kjósa Trump og svo karlar en að svo einhver leiti þetta sjá að það séu ómenntaðir en kannski er það ef maður tæki í burtu sko munin á dreifbíli og þéttbíli þar sem er minni menntun í dreifðari byggðum að þá kannski myndi það þurrkast út, ég veit ekki Já, ég sko en þessi bylting er í gangi þessi bylting eða breyting eða þróun er í gangi, það er alveg rétt ég er bara að segja að sko ég held að vegna þess að Bandaríkin eru mjög svona laga þeir segja sko nation of laws þar segja þeir leggja mikið upp úr svona upp úr lögum og það grundvallast á svona stjórnarskráni og svo framvegis að þegar ef menn fara fram úr sér að þá getur komið sko þá getur pendullin aftur sveiflast tilbaka í hináttuna þannig að ég hef trú á Bandaríkjunum en ég samt sem áður ég er mjög stressaði fyrir því hvað framtíðin ber í skauti og hvernig þú veist ég held að sko ég held að AOC gæti orðið forsetaframbjóðandi demokrata ef hún verður kosin og ég er ekki að segja að það verði eitthvað skelfingar ástand þá held ég að sko pendullin þá sveiflist aftur í hináttina ennþá lengra heldur en sko Trump var mögulega þegar að hennar valdatíð er lokið og svo haldi þetta áfram að sveifla svona einhverju pendúlar þar til að bara strengurinn brestur. Eins og er stjórnmálaástandið í Suður Ameríku þar sveiflast þessi pendúl bara og hann fer svolítið í takt á milli landa að stundum eru öll undir rauð og svo 20 ára seinna eru öll orðin blá þannig þú ert að tala með svo að stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum mögulega, það er það sem að það er það sem ég óttast sko en ég held síðan sko að þetta verði svona meir og minna allt í lagi vegna þess að við erum með sko þrátt fyrir sko að Federalist Society hafi beitt sér með að hörku við það að koma inn sínum mönnum í Hæstarétt
þá það samt sem að áhrifu miklu menn sem að hafa sem hafa trú á lögin, sem trú á lögin og réttin og réttlætið meira heldur en pólitíkina. Það bara mín skoðun. Ég væri alveg til í að vera sammálaðir þarna og ég vona innilega að þessi menn þó ég sé ósammálaðum pólitískt og lestu segðum að þeir standi með svona þessum réttaríkis áherslum sem að vissulega hafa þróast þarna innanborðs. Ég held að John Roberts sé þannig til dæmis forseti Hæstaréttar, ég held að hann sé þarna En svo náttúrulega aðrir hlutar af þessu bandalagi sem eru bara ekki þar. Nei, ég veit. Og þar með lögfræðingar í háskólum í Bandaríkjunum sem vilja bara þetta sterka framkvæmdavald og eru til í að vilja festa það ennþá meira í sessi. Og trúa því að þetta sé bylting. Við verðum að nýta tíma sem við höfum fullkomlega til þess að ná í gegn þeim samfélagsbreytingum sem hér þurfa að verða. Þeir munu skipta skoðun á sterka framkvæmdavaldinu þegar að Gavin Newsom eða AOC eða Pete Buttigieg eða einhver annar verður orðinn forseti Já, ef að við komandi færa að verða fórsettir. Það er náttúrulega væntanlega óttinn og það getur tekið á sig ólíka myndir eins og við vorum að tala og það mínar áhyggjur. Ég held að bandarískt lýðræði náttúrulega á einhverju leið sem heldur sig mjög rétt að snúa aftur af og þó það verði ekki eitthvað svona dramatískt, það verði ekki kosningar aftur. Að þá held ég samt að undanferðin svona 20 ár höfum við verið á línu þar sem við höfum verið með mjög nánar, kosningar hafa verið mjög tæpar alltaf, en við höfum svona auknum mæli verið að sjá svona minni hlutar hafa verið að ná völdum innan Bandaríkjanna í gegnum þessar stofnunum umgjörð og það alltaf búið að vera massíft kampæn af hálfu sérstaklega svona republikana við að reyna að festa í sessi þannig kerfi og þetta á líka svona ákveðna rætur í Obama árunum þar sem republikani kannski trúðu svolítið retorík demokrata að framtíðin væri demokrata því að bara að landið var að verða hispanic og þar að lendi bara að verða svona óumflýjanleg demografískur sigur og demokrata þyrfti ekki að hafa áhyggjur á stjórnmálum þeim myndi bara líffræðilega að vinna þetta Ég trúði líka og republikana svolítið áttu það upp líka og hugsaðu og þá var strategían þeirra hvernig vinnum við bara þó við séum færri þá þurfum við að endur hanna stjórnkerfi við erum með ákveðin basis í því við erum með stjórnkerfi sem að gerir okkur kleift að gera það og við bara bætum í það En eftir Tabronni þá ekki stór skýrsla þá voru republikanar að tala um stóra tjaldið og þeir þurftu að vinna sigra inn í latínó sem eru siðferðilega íhaldsamir þeir þurftu að vinna ná tangarhaldi eða vinna hluta af svörtum á sitt band vegna þess að þau varu siðferðilega íhaldsamir og svo framvegis og ég menna þegar að giftingar samkynhneigðra voru bannaðir í Kaliforníu á sínum tíma fyrir 20 og eitthvað árum síðan þá voru það mormónakirkjurnar og svörtu kirkjurnar sem að ráku þá baráttu áfram eins það eru mormónakirkjur í Kaliforníu auðvitað þannig að og þannig að það er andúð á samkynhneigðum mjög ríkjandi í Afríku og því fólki sem að það er komið, það er bara hannig. Þannig að þá byrjar að tala að við þurfum að stækka tjaldið. Svo bara kemur Trump og segir bara nei, við ætlum bara að segja allir latínu séu glæpamenn og senda á landi. Og jók hlutild sína að þessum andkvæðum? Já, vegna þess að þau voru komin inn þú ert komin inn fyrir það er alltaf lægi að byggja garð ef þú ert komin inn Já, náttúrulega líka, Kúba og suðurhluti Flórída og allt það Já. Það er þetta að nota ýmsar aðferðir annað en að bara sleppa kosningunum, það er þetta að breyta kjördæmakerfinu og það er hægt að beita lögum óvini ríkisins með því að kæra og gera óvirka pólitíska andstæðinga þína og það er augljóst að það er verið að undirbúa það með því að skilgreina óvinina innan og hvernig hann er skilgrindur, það er Antifa og þeir sem að tengjast Antifa meðan annars á blaðamannhauti sem hann hélt að tala um sósíaldemokrataflokkin sem að ég held að Mandami hafi verið aðilega ég man ekki betur þannig það hefur verið að skilgreina svona ansi vítt hverjir eru óvinnir og það eftir að koma í ljós hvernig á að síðan að beita þessu Mér sýnist skilgreiningarnar bara yfir frekar hægri sinna demokrata ef eitthvað og það verður gert til þess að hræða fólk frá pólitískri þáttöku til þess að hræða fólk frá því að tjá sig
Því að þú getur, segjum að þú sett ekki kærður beint, en þú getur orðið fyrir gríðalegu aðkasti frá þessum heitrúa trumpistum. Ég held að við séum í svona ástandi þar sem er rosalega svona óvissa og fólk er náttúrulega rosalega hrætt og þessum að tala við sko fólk sem er bara vel að sér og vel upplýst, það er í Bandaríkjunum núna sko, það er í alvörunni hrætt það að Trump muni ekki tapa kosningunum í nóvember og niðurstöðinni. Já. Þú veist að það verði her einhverstaðar á göttunum í hvort sem það er í Kaliforníu eða Chicago eða einhverstaðar og nú veit ég ekkert hvort það er eitthvað til í því en bara það mjög svona bara svona upplýst og skynsamt fólk sé raunverulega frekar hrætt það og við séum komin á þann stað en það er lýsandi fyrir ástandið sem við erum í. Það þarf ekki að vera sko einhverju galnar samsæriskenningar, þetta er ekki einhverju galni samsæriskenningasmiðir sem að eru með varnaðarorð yfir því hvernig framganga Trump og Trump stjórnarinn þegar kemur að næstu kosningum, midterm kosningunum eftir rúmt ár. Bara það sé verið að minnka aðgengi og það sé verið að mögulega verði þjóðvarlið kallað út á göturnar á þeim svæðum þar sem að demokratar eru mjög sterkir. Það verður fólki það er verið að handtaka fólk sem er brúnt og tala með spænskum hreim og þó að séu bandarískir ríkisborgarar og það lendir í því að vera tekið í fangelsi og sett í fangelsi í 3 daga vegna þess að þeir með ekki halda þeim án dóma vegna þess að með ekki halda þeim lengur en 72 tíma og það eru svona aðgerðir sem fólk er að verða fyrir aftur og aftur og upp úr því verður líka bara sjálfsreiðskoðun. Þess að þú þorir ekki að tala, þú þorir ekki að tvíta, þú þorir ekki að setja eitthvað á Facebook eða hvað svo sem vegna þess að fólk vill ekki lendi í vandræðum, fólk vill bara lifa sinn dag og græða daginn og grilla kvöldin. Ég meina, það er alþekkt í háskólum í Bandaríkjunum í dag að það er engin erlendur nemandi sem er lengur með virkur á samfélagsmiðlum. Já. Það er bara þú bara díleitur öllum fæslum eða díleitur reikninum sko. Og bara leiðbeinendur og prófessorar í þessum háskólum bara ráðleggja nemendur sínum að gera það. Já, en það var líka til sko á hinvogin að þeir sem að sko sögðu eitthvað vitlaust við sem að sko fjall vók eða ekki vók en svona þú veist harðkjarna frjáls vinstri fólki á háskólasvæðum það lendi í vandræðum. Ég man eftir dæmið það sem að var að sem við talaðum það var í Washington ríki það var eitthvað sem veldi háskólaprófessor demokrati, frjálsindur, vinstri maður sem vildi ekki taka þátt í sko að það ætti að vera no whites dagur og þannig að og hann neitaði að taka þátt í honum og það var endað með því að hann var rakinn úr starfi sko vegna þess að hann tók ekki þátt í sko frjálslindunni og því öllu saman sko. Þannig að þetta var líka til á hinvogin sko, alls konar vitleysan sko. Það er svolítið munur og því það er oft verið að vísa í þetta og þá verið að vísa í eitthvað svona bók að eitthvað hafi verið búað niður og ekki halda fyrirlestur og eitthvað háskólaðalóð. Það er svolítið munur á því eða hvort að ríkisvaldið er að beita þessu. Mjög mikill munur, algjör. Hún sé á þessu sem háskólinn núna Ég var að vitna í sko það sem að Sveitar að tala um háskólan sko. Já, en við erum komin núna með sko ok, þú veist, það er alltaf við háskólum ákveðin sjálfsreiðskoðun og ákveðin menning, það er bara eðlilegt hverju sinni sko, en eins og núna í ákveðinum háskólum, til dæmis Kólumbíu, einum af svona helsta háskóla heims, að þar erum við með sko bandari stjórnvöldin að ritskoða einstaka kúrsa og ef ef að nemendur tilkynna prófessor 2 eða 3 að þá er þetta í rauninni að áminna viðkomandi og jafnvel víkjum á starfi og fyrir hvað er þetta áminna fólk sko, þú veist, og fyrir að ritskoða hvað er efni í námskránum og svo framvegis. Við erum komin okkur mjög Við erum bara, ef þetta er svona þá erum við bara komin austur fyrir Játjöld. Við erum á mjög alveg staði í Bandaríkjunum sko. Þess vegna höfum við Trump-tíma alltaf einu viku að rauðaborðið á miðvikudögum. Takk fyrir komuna Friðjón og Sveinn. Takk. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is